Góðan daginn, gott fólk. Bjóð ykkur velkomin á þennan rafræna fund rekstur kúabúa 2017 til 20 og síðan aðeins vangaveltur framhaldið. Það ekki langur tími sem við höfum, þannig að ég ætla þá bara að hefja umfjöllunina nú þegar og síðan myndum við mögulega hafa einhverja stund til að velta vöngum þessa þætti sem komu fram við þessa greiningu á rekstri þessara 123 kúabúa. Nú, þetta aðeins varðandi forsöguna og markmið verkefnisins. Þetta byggt á öðrum verkefnum sem hafa verið í gangi í gegnum tíðina, bæði í sauðfjárræktinni og fyrri verkefnum fyrir kúabændur eins og búrekstrartengdum áætlunum, greiningum sem voru unnin meðal annars af Búnaðarsambandi Suðurlands og fleiri búnaðarsamböndum á sínum tíma. Þetta verkefni hófst árið 2020, þá voru 90 kúabú þátttakendur en það skiluðu 123 bú gögnum á liðnu ári vegna rekstrar áranna 2017, 18, 19 og 20. Þannig að þetta orðin 4 samfelld rekstrarár sem við erum með í þessu gagnasafni. Nú, markmið verkefnisins í fyrsta lagi að kúabændur fái heildstæða greiningu á sínum rekstri ásamt því að til verði rekstrargrunnur til afkomu og vöktunar á hverjum tíma, sem ekki síst mikilvægt í ljósi þess að hagtölur í þessari grein eru vandfundnar eiginlega allar götur frá því að hagþjónusta landbúnaðarins var lögð niður. Þá færðist þetta verkefni yfir til Hagstofunnar sem hefur sinnt þessu með öðrum verkefnum en ekki verið kannski alveg forgangsverkefni sýnist manni. Nú, framkvæmd þessa verkefnis hefur verið unnið af starfsmönnum RML og þar hefur Kristján Óttar, ráðunautur á Sauðárkróki, verið verkefnisstjóri og síðan höfum við allnokkur komið að verkum eftir því sem ástæður þótt til og ber þar sérstaklega að nefna Maríu Svanþrúði og Eyjólf Ingva varðandi framsetningu gagna og annað slíkt. Þetta verkefni unnið með stuðningi Þróunarsjóðs nautgriparæktar auk þátttöku gjalda. Nú, verkefni byggið á bókhaldsgögnum, ársreikningum, einstaka tilvikum framtalsgögnum og síðan þá framleiðslutölum, bæði magntölum varðandi mjólk og kjöt og gæðaflokkum mjólkur og kjöts og höfum aðgengi að þessum gagnagrunnum nautgriparæktarinnar eins og huppunni og sömuleiðis varðandi jörð. Gagnaöflun vegna verkefnisins 2017 til 20 lauk í nóvember 21. Hvert bú fékk niðurstöður fyrir sinn rekstur í desember 21 eða janúar 22. Þetta ítarlega skýrsla upp á 12 síður og þar að finna ýmsa framsetningu með tilliti til einstakra þátta í rekstri og efnahag og þetta bæði í töflu og súlu formi og síðan samantekt í lokin styrkleika og veikleika viðkomandi bús með tilliti til annarra búa í verkefninu. Þetta orðið viðamikið gagnasafn að því leyti að hlutfall þátttökubúa var 23% með fjölda kúabúa í lok árs 2020 en út frá mjólkurmagni var þetta tæplega þriðjungur af heildarframleiðslu það ár sem segir manni að þáttakendur eru með
tiltölulega stærri bú en meðaltal í greininni. Það þegar farnar að berast fyrirspurnir hvort að sé ekki hægt að koma inn í verkefni vegna uppgjörs 21 og það mjög svo velkomið og fengur fyrir alla aðila að fá sem mesta og besta þátttöku í þetta verkefni. Þarna sjáum þið dreifingu búanna árið 2020 og hvernig þetta hefur þróast. Þetta ætti nú að vera 2019 og síðan 2020 að þetta ágætlega dreift eftir landshlutum og með hliðsjón af því hvar mjólkurframleiðslan stendur sterkustum fótum. Já, þarna sem sagt varðandi bústærðina að þá þetta á hverju búa meðaltali 10 fleiri kýr en meðalbúið á viðkomandi ári. En verkefni í heild sinni gefur ágæta mynd af rekstri kúabúa landsins með þessum fyrirvara þó að þetta kannski svolítið skekkt úrtak út frá stærð meðalbúsins. Nú niðurstöðurnar sýndar bæði í tölum og sem súlurit með mismunandi litasamsetningu eftir í hvernig einstök atriði koma út á viðkomandi búi í samanburði við önnur bú. Og þarna þessir hefðbundnu litir, grænn, gulur, rauður og ákveðin hlutföll sem miðað við í því sambandi. Og til að skýra þetta aðeins betur út þá kemur hérna dæmi framsetningu niðurstaðna varðandi tekjuþætti. Þetta einstakt bú, eitt búanna í uppgjörinu. Þetta á reyndar við tölur frá 2019, en það skiptir ekki öllu. Þetta fyrst og fremst skýringarmynd til að sýna hvernig framsetningin á niðurstöðum til hvers og eins bús. Þetta bú með ívið lægra afurðastöðuverð en meðaltalið og opinberar greiðslur tiltölulega lágar krónur á lítra og nú skulum við hafa það í huga að allur samanburður í þessu verkefni nánast gerður á innvegin lítra. Það að segja ekki út á greiðslumarkið heldur hversu margir lítrar lagðir inn í afurðastöð og það mælikvarðinn. Og þetta bú með hátt afurðastig, tæplega 7.000 lítra innlagt á ársskú og tæplega 400.000 lítra framleiðslu og síðan kemur þarna grænmerkt súla hlutfall innleggs af greiðslumarki og þá kemur í ljós að þetta bú, þetta ár hefur verið með 16% framleiðslunar umfram sitt eigið greiðslumark. Þar með kemur skýring á því að opinberar greiðslur þetta lágar krónur á innvegi lítra og sömuleiðis á afurðastöðuverðið hvað það ekki kannski lágt en undir meðaltali. Það vegna þess að þetta tiltölulega umframmjólkin vegur þó nokkuð og þá lægra verð per einingu. Síðan koma gæðaþættirnir sem vega þarna inn og allar grænar, alls það grænn litur sem segir manni þá í þessu tilviki að bæði verðefni og gæðaþættir í góðu lagi á þessu búi. Á sama hátt má líta á framsetningu kostnaðar, breytilegs kostnaðar og þá fleiri þátta. Á sama hátt niðurstöðurnar bornar saman. Það einstakt bú í samanburði við öll önnur bú. Þarna aðkeypt fóður hjá þessu búi 21,60 krónur á lítra og það einungis 16% búanna sem með lægri kjattfóðurkostnað per innvegi lítra.
Þarna líka þá heildarbreytilegu kostnaður, miðbik myndarinnar, breytilegu kostnaður alls 53,80 sem verður að teljast lágur breytilegu kostnaður krónur á lítra þetta ár og eins og sjáið og síðan eru þarna ákveðnir þættir sem tengjast frjósemi. Þannig er framsetningin í þessu verkefni að hvert bú getur borið sig saman við önnur bú sem eru í verkefninu. Þarna mikið talnasafn, afurðatekjur og breytilegu kostnaður. Og þarna þessu skipt eftir fyrsta lagi árum 2017, 18, 19 og 20. Síðan hverju ári skipt í 3 flokka. Það eru 10% lægstu búin, meðaltalið og 10% efstu búin fyrir hvern og einn viðmiðunar þátt. Og þarna þið sjáið að ofarlega eða efst eru tekjuþættirnir, afurðastöðvaverð, mjólkur, krónur á lítra. Og ef þið lítið á 2020 og tölurnar fyrir 10 lægstu meðaltal og 10 efstu, þá sjáið þið strax að tekjumunur milli lægstu 10 og hæstu 10 óverulegur í afurðatekjum. Það ekki tekjumegin sem þessi breytileiki kemur fram í rekstri. Það í breytilega kostnaðinum og þar það tölurnar sem eru gulmerktar. Það aðkeypt fóður, það áburðarkostnaðurinn og það rekstur búvéla. Og þetta mjög sláandi tölur með tilliti til breytileika búanna í verkefni í heild. Síðan gulmerkti ég þarna framleiðastig afurðatekna sem einn mælikvarði á eiginlega reksturinn. Að sveiflan þarna frá 32% í framlegð upp í 65% framlegð á 10% efstu búanna þetta árið. Þarna verk að vinna víða og í þessu eins og í öllum öðrum þáttum það alltaf hægt að gera betur. Aðeins þá almennt niðurstöðurnar fyrir árið þessi ár hjá þessum búum, 123 búum. Afkoma virtist versna milli 18 og 19 og síðan á milli 2019 og 20. Framleiðastig afurðatekna lækkar að meðaltali úr 55% árið 2018 niður í 51% árið 2020. Það að segja að verð heldur ekki í við kostnaðarhækkanir á þessum tíma. Og það fyrst og fremst þessi liðir sem ég nefndi áðan, aðkeypt fóður, áburður og rekstur búvéla. Og það fyrst og fremst þessi breytileiki í kostnaði sem þarna á ferðinni. Afurða eða tekjurnar það langt minni breytileiki milli búa í tekjum þó að sum búin fái greitt gæðaálag vegna mjólkur og eða efnaþættir fyrir ofar, allt það til bóta, en það kostnaðarliðirnir sem skipta mestu máli og víða þá tækifæri í að bæta sinn rekstur. Aðeins áfram með niðurstöðurnar og rekstrartölur efstu búanna yfirleitt hagfelldar fyrir nánast alla liði. Og sumir kannski segja að það kannski ekki að marka 1 ár í þessu. Þarna við með 4 ár að baki og þessi bú sem að ná hvað bestum rekstrarlegum árangri að raða sér ár eftir ár í efstu sætin. Það ekki teljandi munur á opinberum greiðslum. Athyglivert að fóðuröflunarkostnaður efstu búanna einungis 43% af samsvarandi kostnaði neðstu búanna. Þá komum við aftur að þessum lykilþáttum í breytilegum kostnaði, eins og áburði og rekstri búvéla
og þetta eru þættir sem skipta mjög miklu máli. En gegnumgangandi það góð bústjórn og bústjórn í þessu tilviki, það sem þetta fer allt saman, almenn gripahirðing, ræktun, hvort sem það gripana eða jarðarinnar og síðan vönduð fjármálastjórn. Og þá það eiginlega tveir grundvallar þættir sem liggja á bakvið það. Það að sinna skráningu skýrsluhaldsins, hvort sem það í ræktunarstarfinu, í nautgriparækt eða í jarðræktinni, og síðan að varðandi færslu á bókhaldi, að það horfi ekki á bókhaldsvinnuna sem bara einhver nauðsynlega leiðinlega vinnu til að sinna fyrir skattmann, heldur þetta og á að vera öflugt bústjórnartæki til að bera sig saman jafn góðum og eða á 2 mánaða fresti ef því að skipta hvernig staðan að breytast frá tíma til tíma. Það eru eiginlega 3 bústjórnarþættir sem skera sig hvað helst úr. Það afurðasemin, það að segja að hærri meðalnyt virðist skila sér í því að reksturinn sé betri. Við komum aðeins betur að því hér á eftir. Sem sagt bætt nýting á afurðum og framleiðslugripum. Þetta gefur svolítið auga leið þegar þetta sagt svona, en kannski snúnar að koma þessu í raunveruleikann. Tíðni ræktunar, það aðeins tilhneiging greinilega til þess að á framleiðarhæstu búunum þá eru menn ekki eins ákafir í endurræktun, þó sinni endurræktun, að þarna þarf að finna ákveðinn balans í því hvað heppilegt og hvernig menn hugsa síðan þau tún sem eru tekin upp með tilliti til að ná meiri endingatíma í sáðgresið til lengri tíma. Síðan sáum við líka ákveðna vísbendingum að fjöldi daga frá burði til síðustu sæðinga skipti máli, en þó sérstaklega aldur við fyrsta burð. Að láta kvíurnar bera fyrr skiptir máli þegar við erum að tala heildarafkomu. Aðeins varðandi framleiðslustig og afurðasemi. Aðeins til að hnykkja á því. Þarna á lárétta ásnum eru innlagðir lítrar, sem sagt undir 5500 lítra á áskú innlagt, og síðan lengst til hægri yfir 7000 lítrar á áskú, og á lóðrétta ásnum framlegð afurðatekna, og þá sjáið þið tilhneiginguna sem þarna með tilliti til framleiðarstigsins og afurðasemina. Og þetta rétt að hafa í huga í allri umfjöllun rekstur kúabúa, að það skiptir máli hvað gripirnir að gefa á hverjum tíma. Og þetta sterka samband milli framleiðarstigs og breytilegs kostnaðar. Á lárétta ásnum núna breytilegur kostnaður krónur á lítra. Á lóðrétta ásnum framleiðarstig afurðatekna. Það að segja tekjur mínus breytilegur kostnaður. Og þarna mjög sterkt samband upp á 0,74, og menn geta velt vöngum yfir því hvað menn að gera sem með 80-90 krónur í breytilegan kostnað á hvern innveginn lítra þegar afurðaverðið kannski rúmlega 100 lítrar. Þarna verk að vinna fyrir marga. Í raun og veru, enn og aftur, bústjórnin kemur hér skýrt í gegn, og
breytileiki í kostnaði mikill innan stærðarflokka. Við fórum í að flokka niður búin með tilliti til fjölda bása, fjölda gripja. Þar var ekki nein kannski alveg ein lína þó að það væri vísbendingar, en það hins vegar langsterkasta sambandið bara óháð þessu milli framleiðarstigs og breytilegs kostnaðar í heild sinni yfir allan hópinn. Og það eru vísbendingar breytilegu kostnaður lækka hvern lítra eftir sem gripurinn skila meira afurðum. Við sáum tiltölulega lítinn breytileika í EBITDA hlutfalli og það skýrist svolítið af því að bestu búin reikna sér yfirleitt hærri laun, það að segja að reksturinn gefur bara færi á því að það sé meiri launagreiðslur og jafnar þannig út mun í rekstrarafgangi með tilliti til EBITDA. Þetta skýrist ekki af aukinni bústærð, heldur eru viðkomandi bú einfaldlega stöndugri og hafa því efni á að greiða út hærri laun. Síðan sjáum við líka að sem náttúrulega bara það sem menn þurfa að takast á við á hverjum tíma eftir í hvernig staðan varðandi skuldir, að laun eða launagreiðslur lækka eftir því sem skuldahlutfall hærra. Og þá förum við að færa okkur yfir í eiginlega þá beinlínis efnahaginn. Hérna ákveðin flokkun milli búa með til skuldsetningar í verkefninu. Og þetta miðað við skuldahlutfall eins og hvert bú eða þessi bú voru í lok árs 2020. Og skuldahlutfall í þessu tilviki þannig skilgreint að það eru skuldir deilt með innkomunni á árinu. Við getum sagt að fjórðungur búanna séu lítið skuldsett, það að segja skuldir undir einum frá þessari mælistiku. Þriðjungur búanna með skuldahlutfallið 1,1 til 1,9 og afgangurinn þá með skuldahlutfall frá 2 og yfir 2. Og það eru sérstaklega þessi bú sem komin í skuldahlutfallið 2 og hærra, að þar þarf að virkilega að standa vel að verki að hafa undan greiðslum og eða vera á tánum varðandi lánstíma og vaxtakjör á hverjum tíma. Og það gildir nú reyndar öll búin að það nauðsynlegt að fylgjast með þessum þáttum. Síðan vil ég segja að það ákveðið áhyggjuefni að þarna greinilega í lok árs 2020 mun hærra hlutfall búa sem bara í verulegum erfiðleikum með til heildarskulda þegar við berum saman 2017. Síðan kemur hér næsti mynd sem kannski óárennileg svona í byrjun og ég ætla að reyna að útskýra hana hvernig hún hugsuð. Ef við förum á lárétta ásinn að þá þetta gefið upp í prósentum. Það hlutfall EBITDA af heildarveltu. Það að segja hversu mikið stendur eftir til að takast á við rekstur reksturinn sem slíkan og til launa. Því hærra tala EBITDA-nar því betri. Á lóðrétta ásnum skuldahlutfallið frá 0 og upp í 5. Síðan ef við ímyndum okkur að við skiptum þessari mynd í 4 flokka og byrjum til vinstri fyrir neðan rauðu línuna. Að þarna bú sem skulda lítið en jafnframt með slakan rekstur. EBITDAn lág. Þarna verk að vinna að ná bara betri tökum á rekstrinum,
skuldirnar eru innan marka en rekstrarafgangurinn of lítill. Förum þá fyrir ofan rauðu línuna til vinstri. Þar eru hækkandi eða eru hærri skuldir og rekstrarafgangur lágur líka. Þarna er nauðsynlegt fyrir viðkomandi bú að taka til í sínum rekstri til að hafa greiðslugetu til að takast á við þá þessar skuldir þarna sem eru þá ofarlega til vinstri. Flytjum okkur þá til hægri fyrir ofan rauðu línuna. Þetta eru búin sem eru líka skuldsett en reksturinn mjög góður og mörg hver geta tekist á við sína fjárskuldbindingar þó að sum hver væntanlega þurfa að endurskipuleggja sínar skuldir og takast á við breytingar á lánstíma og fleira í þeim dúr. Fyrir neðan rauðu línuna til hægri. Það eru búin sem eru með mikinn rekstrarafgang og litlar skuldir. Þetta er öfundsverð staða. Góður rekstur og skuldir innan marka. Þetta eru búin sem hafa þessa launagreiðslugetu, geta greitt eigendur sínum hærri laun og eða arð út úr sínum rekstri. Þessi mynd segir líkt og þessi almenni rekstur, það er mjög mikill breytileiki í efnahag kúabúanna líkt og með reksturinn sjálfan. Og þetta er nú svona samantekið það sem er að ræða, aðeins bara að ljúka þessu. Það eru víða miklir hagræðingar möguleikar, framlegðin er út víðan völl. Framlegðastig afurðatekna er það sem bændur ættu að einblína á í rekstri og hver króna í lækkuðum breytilegum kostnaði skilar miklu inn í reksturinn og full ástæða til að hvetja til átaks í bættri skráningu varðandi fóðuröflunina. Það er svona það sem hægt er að segja með þetta. Þá ætla ég aðeins að sem var nefnt þarna í yfirskrift eða kom frá fagráðinu varðandi framtíðarhorfurnar í búgreinni, varðandi rekstur og þessa þætti sem ég hef verið að fjalla um. Það er náttúrulega alveg ljóst að við erum að horfa á, ætla þess ekki vinsælt að nota orðið fordæmalausar aðstæður í kúabúskap núna á þessi misseri, ört hækkandi kjattfóðurverð, aðkeypt fóður og mjög mikil hækkun áburðar sem er brostin á. Þetta þýðir með öðrum orðum það að menn þurfa að takast á við þann veruleika sem þessi staða eða sem búgrein er komin í út frá hækkun aðfanga. Og þá er nú svarið eins mismunandi og búin eru mörg hvaða möguleikar eru að takast á við þetta í rekstri. Þar er náttúrulega fyrst til að taka varðandi þá nýtingu þess áburðar sem til fellur á hverju búi fyrir sig, dreifingartækni, geymslurými, val, dreifingartíma og svo framvegis. Hvaða möguleikar eru til að lækka hlutfall aðkeypts fóður í heildarfóðurkostnaði á þess að lækka afurðastig? Við sáum að afurðastigið var þarna svolítið lykil þáttur í rekstrinum og ég ætla kannski að spila þetta á þann veg að við þurfum að leggja áherslu á hverja einingu lands, hvert tún, hvern hektara á sama hátt og við erum að hugsa hverja mjólkurkú. Það er að segja að fylgjast með hvernig túnin, hvernig hektararnir eru að plumma sig í fóðurgæðum og uppskeru. Þarna er verk að vinna mjög víða
og skoða þá sérstaklega þá ábyrgðarsvörun hverrar einingar, ábyrgðarnýtingu og ekki síst endingu túnanna. Þetta eru þær áskoranir sem bíða varðandi, ekki bíða, sem þarf að takast á við akkurat núna í rekstrinum. Síðan eru það þættir sem tengjast kannski meira á framtíðinni og það mjög svo náinni framtíðarhluta. Það er varðandi þessa skuldsetningu sem er mjög, vil ég segja, mikil í greininni með veltu. Fór aðeins að skoða þetta í kjölfarið á þessari greiningu á þessum hópi kúabúa, 123 kúabú, og hver staðan gæti verið fyrir heildina út frá fjölda búa sem væri í rekstri. Og mér sýnist að við séum ekki að tala lægri tölu en 40 milljarða skuldsetningu búgreinarinnar í heild í dag. Og þetta er ógnarhá tala með fjölda þeirra eininga sem eru, framleiðslu einingar sem eru í gangi á sama tíma. Það er mikil fjármagnsbinding en tiltölulega lítil velta. Og eignavirði er mun hærra en rekstrarvirði í búgreininni. Að þessu sögðu og þess sem við erum að horfa upp á varðandi bara að lána pakkan í heild sinni, það er mjög brýnt að endurskoða lánakjör greinarinnar og þá er bæði við vaxtastig og heildarlánstíma. Og þetta gildir bæði varðandi mjólkurframleiðsluna og ekki síður varðandi nautaeldið. Að þarna verða menn að leggjast á árar að takast á við þennan pakka. Við erum að bera okkur á stundum saman við nágrannalönd okkar og þar eru þessi mál með öðrum hætti. Að því leyti til að þar eru lægri vextir í gangi og í öðru lagi er kannski meiri ívilnun hvernig greiðslum er háttað fyrstu ár eftir uppbyggingu viðkomandi bús eða jarðar. Þarna er, eins og segi, nauðsynlegt að fara í samtöl við þá aðila sem eru lánveitendur á þessu sviði og beita greininni sem heild að því verki. Annað atriði er afurðaverð á hverjum tíma og síðan þá verðlagsgrunnur sem hin opinbera verðlagning miðar við. Og ég held að það sé alveg ljóst að það sé nauðsynlegt að fara að endurskoða verðlagsgrunnin sem slíkan. Ég tók fyrir örfáum vikum aðeins skoðun á verðlagsgrundvellinum út frá þessu verkefni, tók þá mið af verðlagsgrunni eins og hann var 1. september 2020 á móti þeim tölum sem við öflum varðandi rekstur sama ár. Það sem stingur þar í stúf er kannski tvennt. Eða þrennt, það var frekar þrennt, en rekstrarlega er það að kjaftfóðurliðurinn er vanmetinn í verðlagsgrundvellinum alveg klárlega. Í öðru lagi er vaxtaþátturinn vanmetinn og ef maður reiknar það eins og í verkefnum sem slíku, krónur á lítra, að þá var hann í verðlagsgrunni 7,50 krónur á einvegi lítra. Í raunheimum 2020 var hann 18,60 krónur. Og síðan ég ætla ekki að fara í þennan launaþátt, en þar er himinn og haf sem skilur á milli það sem sagt er í verðlagsgrunni í samanburði við greidd laun í raunheimum.
Þarna þarf að fara í naflaskoðun að vera með svona, hvað að segja, réttari tölur. Síðan það verðlagning og staðan í raun og veru varðandi mjólkurframleiðsluna með tilliti til að uppfylla þarfir markaðarins á hverjum tíma. Ég hygg að það sé nauðsynlegt að fara að skoða þá stöðu núna, ekki síst. Við erum að sjá minnkandi innveiðimagn inn í afurðastöðvarnar þessi misserin. Sýnist að það sé rúmlega 2% lækkun eða minnkun innleggs fyrstu 12 vikur ársins. Og þar með erum við komin í þá stöðu að vera nánast komin undir greiðslumark viðkomandi árs. Þetta atriði sem verður að takast á við nú þegar og það þá stjórnenda afurðastöðvanna hvernig þeir beita verðlagningu í því skyni til að halda uppi framleiðslu. Þetta mjög krítískt ástand tek ég núna með tilliti til stöðunar í greininni í heild að viðhalda framleiðslu vilja manna til að takast á við ef kostur að auka heldur í eða við framleiðsluna en draga úr. Síðan með tilliti til framtíðar þá ætla ég nú bara að vísa því á greinina í heild sinni hvernig og hvar greinin vill staðsetja sig til framtíðar. Og þá skiptir máli hvernig menn skipta þeim opinbera stuðningi sem til staðar á hverjum tíma. Að mínu mati þarf að fara í kannski svolítið naflaskoðun með tilliti til þess samnings sem fer að renna sitt skeið, með tilliti til markmiða þess samnings sem settur var, til þeirra markmiða sem sett voru í upphafi samnings, hafa þau náðst eða hefur borið af leið. Það kannski tvennt sem ég vil nefna í því sambandi. Annars vegar ákvæðin fjárfestingarstuðning. Ég myndi vilja sjá tekið kröftugura á þeim málum með tilliti til fjármuna annars vegar og síðan hvernig þessum fjármunum síðan úthlutað. Í öðru lagi það varðandi nautaeldið og ekki síst gripagreiðslur til þeirra búa sem hafa stílað inn á holdakýr. Í upphafi vegferðarinnar voru þær greiðslur á hverja holdakú kannski rúmlega tvöfaldar á við í mjólkurkýrnar. Nú þetta nánast sama upphæð hvort sem þú ert með mjólkurkú eða holdakú. En þetta eru atriði sem þarf að fara að leggja áherslu á með tilliti til hvernig menn sjá nýjan samning eða endurskoðun 23 og síðan grunnur að nýjum samningi 26. Og þar inni hljóta loftslagsmálin að koma inn í og þar verður greinin sjálf að leggja á ráðin með þá því fagfólki sem af opinbera hálfu á hverjum tíma. En nú ég komin langt fram yfir tímann og læt þessu þar og leiðandi lokið. Takk. En ef það væru einhverjar fyrirspurnir, þá allt í góðu með að koma með þær á einn eða annan veg. Þarna kemur frá Tóta varðandi breytingar á fjárfestingarstuðningi. Í raun og veru myndi ég vilja fá
eins og kannski allir, fram í fyrsta lagi sko hlutfallslega hækkun á stuðningsgreiðslum inn á fjárfestingastuðninginn. Það þýðir þá væntanlega að það væri dregið úr greiðslum annars staðar og þá er það spurning hvað það verður gert. Þetta er bara svo mikilvægur þáttur í grein sem er með svona annars vegar sko miklar kröfur varðandi aðbúnað og þar af leiðandi mjög dýrar byggingar og sama tíma eru vaxtakjör eins og þau eru í dag að við verðum á einn eða annan hátt að veita aukinn bara beinan stuðning í að uppfylla þessar aðbúnaðar kröfur. En það gerist eins og ég segi ekki öðruvísi en væntanlega en að það er þá slakað á kröfum annars staðar. En það er nú fyrst og fremst þetta sem ég hafði í huga. Menn geta síðan verið með ýmsar skoðanir á forminu með tillit til á að vera með einhver stærðarmörk eða eitthvað slíkt. Það er hinn þátturinn sem menn geta og þarf að skoða líka. Einhverjir fleiri sem hafa spurningar eða athugasemdir? Kannski meðan þið eru að hugsa að endurtaka það sem ég sagði í upphafi að nýjir liðsmenn í þetta verkefni eru mjög svo velkomnir til að styrkja þennan grunn sem við erum með og tvímælalaust gagnsemi verkefnisins eykst eftir því sem þátttakan er almennari. Hvernig á að ná lægri vöxtum fyrir greinina, spyr Erna. Hún er nú gamalreynd í þessu sem öðru og það má segja að það verða að sýna þá með tölulegum gögnum eins og kostur er. Þar á meðal svona verkefni, það er ekki hægt að horfa fram hjá því að þarna eru upplýsingar skuldsetningu sem eru ekki kannski ógnvænlegar en segja ákveðna sögu. Og þetta gerist ekki öðruvísi en með því að menn fari í samtal við lánveitendur og enn sem komið eru í það minnsta 2 lánveitendur í eigu íslenska ríkisins, það er annars vegar Byggðastofnun og hins vegar Landsbanki Íslands. Á sínum tíma þegar Byggðastofnun fór út í lánveitingar sérstaklega til landbúnaðar, þá bara sá maður það að sú ákvörðun hafði áhrif á viðskiptabankana. Það er að segja að þeir fikruðu sig nær því umhverfi sem Byggðastofnun var þá í. Hins vegar sér maður ekki þennan mun lengur. Þannig að það er kannski helst að beita þessu varðandi þá aðila sem eru í eigu lánveitendur sem eru í eigu ríkisins. Síðan var spurt hvað er þetta? Já, hvernig á að fylgja verkefninu eftir með markvissum leiðbeiningum? Já, það er nefnilega málið. Þá vantar okkur sem sagt í raun og veru tíma og kannski að því leyfin til betra starfsumhverfi að geta verið meira á meðal ykkar og í heimsóknum. En ég held að það verði samt sem áður að segja sem svo að svona fundir, líkt og við erum núna með, gefa tilefni til þess að
að við svona vinnum betur í þessum þætti í framhaldsvinnunni og ætlunin var að fylgja þessu enn betur eftir en áður með þá fundum í héraði og síðan líka mögulega einstaklingsleiðbeiningum. Við höfðum ágæta reynslu hér til dæmis á Suðurlandi með að mynda svona smá hópa sem svæðið í þessu sunnuverkefni þar sem menn miðluðu hver öðrum hvernig menn stóðu að sínum málum. Og það þessi jafningjafræðsla sem ég rosalega spenntur að takast á við í þessu efni. Það að segja að þeir þáttakendur í verkefninu sem að sýna hvað bestan árangur á hverjum tíma, að þeir svona verði leiðsögumenn í því hvernig á að takast á við kúabúskap í sinni bestu mynd. En þarna verk að vinna. Og síðan spurning hérna frá Elvari. Nú hefur stundum verið smá mix milli þess að vera með verktöku eða eigin vélar, þegar það eigin vélar lendi inn í föstum kostnaði verktakan í breytilegum. Tekið tillit til þess? Já, það tekið tillit til þess að verktakan fer inn í hún í sjálfu sér fer inn í breytilegan kostnað. En við skoðum ekkert sérstaklega vélakostnaðinn nema óbeint í því að það kemur þá inn í væntanlega helst fjármagnskostnaðinn á hverjum tíma. Hins vegar væri hægt að vinna meira úr þessum gögnum en við höfum gert. Því að gagnasafnið eins og ég hef sagt við félaga mína, loksins við komið með gögn sem hægt að vinna með og vinna úr og grunn að ýmsum öðrum verkum. Og þetta sem við þurfum að horfa á líka. Já, María bendir á að þeir sem með verulega útselda vélavinnu skoðaðir sérstaklega við greiningu á rekstrinum. Einhver fleiri atriði sem vakna. Við höfum komið langt fram úr fundartíma, en það bara hið besta mál. Og þetta náttúrulega að nota matartíman í þetta, en það eins og margt annað. Nú, fundurinn tekinn upp, þannig að það verður hægt að horfa á þetta síðar og velta vöngum. En ef það ekki fleiri sem hafa athugasemdir, spurningar, þá held ég að við förum nú að láta þetta gott heita. Og enn og aftur kærar þakkir að taka þátt í þessu. Og ég sannfærður að þetta verkefni mun halda áfram og eflast með ykkar þáttöku fyrst og fremst. Og grunnur, eins og ég sagði, að ýmsu öðru sem verður afsprengi þeirra vinnu sem lögð í greiningu á þessum gögnum. Kærar þakkir. Takk.